til hérna í grunnskólanum í Þorlákshöfn og í dag var svona opinn dagur þar sem foreldrum var boðið að koma í heimsókn. Það var bara opið hús frá 8 til 10. 10. bekkur, hann var með smá fjáröflun og bauð okkur að koma og kaupa brönns eins og best gerist á lúxushótelum og þetta var æði. Frábært. Ég mæli með því að það veri gert svona reglulega. Maður getur bara farið í skólan, borga eitthvað fyrir og fengið þarna bara hrestegg og bacon og ávöxti og brauðrétti og þetta var bara æðislegt. Ég ætti að lifa þessu alveg út mánuðin, held ég. Það nú ágætt að byrja morgunin svona. Já, þetta var bara alveg æðislega byrjun. Maður er bara allir glaður eftir þetta. Og náttúrulega gaman að fara skólan og skoða það sem krakkarnir hafa verið að gera og fá að kíkja inn í stofu til þeirra. Heldur að foreldrar hafi ekki bara verið sett í smá verkefnavinnu og svona. Frábært. Þetta var mjög gaman. Já, nákvæmlega. Hvað segir mér af leikfélaginu ykkar góða? Nú þau eru haldið upp á 10 ára afmæli á þessu ári? Þau eru haldið upp á 10 ára afmæli sitt og eru að fara að eru með frumsamið verk sem þau ætla að leiksýna þessa leikvertíð af tilefni 10 ára afmælisins og það frumsýningur einmitt annað kvöld. Einn rjúkandi kaffibolli. Já. Og þetta bara óbúslega spennandi. Maður búin að vera að fylgjast með þeim sem í leikfélaginu. Það allir á fullu og það unnið bara fram á kvöld og jafnvel fram á nótt alla daga. Til að undirbúa þetta og gera þetta klárt. Það mikil dugnaður í gangi. Mjög spennt. Já, þetta náttúrulega svona verkefni verður ekki til nema að taki allir þátt og leggist á eitt. Já. Það alveg ljóst. Nákvæmlega. Þannig að þetta frumsamið, eins og ég sagði, og það einn félagi í leikfélaginu, hann Aðalsteinn, sem að samdi leikverkið. Þetta verður frábært. Já, mér skilst það sé mjög skemmtilegt og vona því að það verið mikið hlegið og svo þetta yfirleitt var leiksýningar verið hérna í Ráðhúsinu. Já. Upp í stóra salnum, en núna þá eru við komin með húsnæði út í bæ. Það séu eitthvað sem það bærina. Út í bæ, út í miðbæ. Já, þetta svo sett hús sem hefur staðið lengi aukt. Það hafa verið þarna pöppar. Nú fékk leikfélagið pöppin, rými þar sem hann var bar og hafa breytti í náttúrulega bara í rauninni kaffihús, held ég. Í anda leikverksins. Frábært. Og fólk eru að passa sig svolítið. Það er ekki nema pláss fyrir, held ég, 30 manns á hverja sýningu. Þannig að ef fólk vil komast á sýningar sem fyrst, þá að gera að fara að panta. Já, þannig þetta verður samkvæmlega svona kósí stemning. Já, mér skilst það. Ég nefnilega hef ekki fengið að kíkja þarna inn. Og ætla svo sem ekkert að falast eftir því fyrir en ég fer á leiksýninguna. Já. Og þetta verður rosalega spennandi. Nákvæmlega. Þegar svo voru stelpur úr grunnskólanum í Þorlákshöfn að gera góða hluti í tónarhlaupi? Já, það var einmitt sýnt í sjónvarpinu í gærkvöldi. Og óbúslega flottir þættir sem að RÚV hefur verið að búa til. Þetta var reyndar tekið upp síðan 2 ár síðan. Og það skiptir engu máli. Nei, það skiptir engu máli. Því að þetta greinilega, þetta náttúrulega upptökur, þetta þættir sem að eru teknir upp í 6 skólum. Og Leiló var fengin til að búa til lag sem að þær útsettu. Ég veit að það hægt að sjá þetta á VF, RÚV og horfa þáttinn. Þetta mjög skemmt. Ég veit að þeim þótti afskaplega gaman að taka þátt í þessu, fá þetta tækifæri og vinna eitthvað svona alvöru, náttúrulega bara nýtt lag og hún var svona óbúslega ánægð með þetta og við náttúrulega alveg springu stolti. Það ekki? Loksins fengum við að sjá þetta, það búið að vera mjög spennandi. Já. Bara óbúslega gaman að sjá hvernig þarna tiltókst. Frábært. Rosa flott hjá þeim. Þetta skemmtilegt og að vera að taka þátt í svona tónlistaverki og bara tónlistin gefur ótrúlega mikið.
Tónlistin gefur ótrúlega mikið og það er svo gaman að geta unnið skapandi með tónlistina, eins og þarna eru þau að setja svona, svolítið, þurfa sjálfar að ákveða hvernig þær vildu vinna efnið og pröfa sig áfram og ég held að það sé alveg heilmikill lærdómur fólkin í því. Já. Þannig að þetta var bara mjög gaman og skemmtilegt. Nákvæmlega. Hvað segirðu mér af skrúðgarðinum? Það er nú búin að vera einhverja breytingar þar, eða ekki? Já, og hann er að verða svo flottur. Hann er bara, þetta er algjörlega dásamlegt. Það er búið að taka hann í eina allsherjar andlitslyftingu. Já. Það er búið að taka, Kvenfélag Þorlákshafnar stóð fyrir því að það væri gerður skrúðgarður Þorlákshafn og það var náttúrulega farið að planta trjám og fyrst voru þetta bara litlar hríslur og þetta ætlaði bara ekkert að koma upp. Já. En svo tók þetta við sér og það er komið þetta fína skjól í skrúðgarðinum og við höfum verið að nota garðinn við hátíðleg tækifæri og hérna þegar hafnadagar voru í ágúst þá var hérna aðalsvæðið var skrúðgarðurinn og ég rekna með því að það verði aftur á næsta ári því að við erum aftur að flytja hafnadaga hérna aftur í ágúst eftir að hafa nýtt sjómannadagshelgina í nokkur ár. Já, já. En þannig að það verður rosalega gaman að geta nýtt hann eins og hann lítur út í dag. Þarna er búið að vinna hleðslur. Guðjón Kristísson hleðslumaður hefur verið að hlaða upp miðjuna í skrúðgarðinum. Svo er búið að búa til flott steinabeð og það er komin bekkur sem Kvenfélag Þorlákshafnar er að gefa og ég veit að það er alltaf að gefa annan bekk, svo kemur svona platti á stein þar sem að verða upplýsingar. Það er búið að helluleggja svona hátíðasvæði og laga stígana, þannig að þetta er svo fallegt og flott og það er svo gaman að geta nýtt þetta og mér skilst að það verði líka gerð svona aðstæða þannig að fólk getur komið jafnvel og grillað og þá sest niður og nýtt skrúðgarðið svolítið meira. Og þarna verður líka, eins og segir í fréttinni, plantað íslenskum blómum og mér finnst það mjög gott að það séu íslensk blóm. Já, þetta er hugmynd sem kom frá Eddu Laufey Pálsdóttir, hún er í Kvenfélaginu og hefur átt margar alveg frábærar hugmyndir og er svona nógu íbinn til þess að fólk taki við sér sem er bara dásanlegt, hann er gerst hlutirnir. Já, já. Hún hefur gengið með þetta í maganum í nokkur ár, að það verði búin til reitur þar sem er reynt að safna öllum íslensku jurtum og það er ekki til slíku staðir á Suðurlandi, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt, bæði bara til þess að geta séð íslenska jurtir þarna á einu stað, þetta er bara frábært fræðslefni fyrir ungmenni og okkur fullorðna líka. Algjörlega. Og náttúrulega gaman að hafa þetta svolítið, hafa einhverja sérstöðu í þessu. Já. Það var bara íslenskt. Alveg rétt. Það er gaman að skoða þetta þegar þetta verður allt orðið klárt. Já, við hlökkum mikið til. En þetta tekur náttúrulega allt svolítið tíma. Þetta er meirinn að segja að hann að safna saman íslenskum jurtum og þetta er, við sjáum vonandi slatta þeim næsta sumar. Já, algjörlega. Eitthvað framöndan í bókasafninu hjá okkur? Við erum bara með þessa dásamlegu sýningu hérna minnst Listafélags Árnesinga og það er hægt að skoða hana alveg fram til mánaðamóta áður en að við fáum nýja sýningu og ég rekna með því að við fáum mikið af krökkum hérna á bókasafni meðan á vetrarfríinu stendur og oft þannig, enda er þetta bara góðir staðir að koma á. Þannig að bókasafnin eru opin fyrir ykkur krakkar. Já. Bara láta vita því. Þetta koma á grípi bók. Nákvæmlega, og geta ljúka þessu með þessum orðum. Bara takk fyrir þetta og eigðu góða helgi. Takk sem er leiðis. Takk.